Já, velkomin á raunveruleikana. Hoax Frelsi TV. Ég Axel Pétur Axelsson, samsæringur, fremsti samsæringur Íslands. Og í dag annar jólum, 27. desember 2021. Ég hef nú ekki gert nein vídeo í svolítinn tíma. Það verður að játast bara eins og sannleikurinn ber með sér. Já, hérna komin hlustandi, daginn. Heyrist vel í mér eða heyrist illa í mér? Hvernig það? Ég hef ekki breytt neinum tökkum frá því síðast, sko. En hérna, þessi þögn mín hefur verið strategísk samkvæmt herfræðum Art of War, Xing Cheng heitir hann, eitthvað byrju, ég er með bókina hérna, Art of War, Sun Tzu, þessi gæður hérna. Þessa bók verða allir að eiga og lesa reglulega. Og hann segir alveg skýrt að þegar óvinnurinn að tortríma sjálfum sér, já, þá maður ekkert mikið að þvælast fyrir. Þá bara leyfa maður honum að gera það. Já, takk, heyrist fínt í mér. Komið hérna kjarnalið sem eru anti-gólem eða ekki gólem, hvernig þú vilt útskýra það. En hérna, ég veit ekki alveg hvar ég á eiginlega að byrja. Kannski við byrjum bara á Íslandi. Sko, nú hefa eiginlega allar mínar samsæriskenningar full sannaðar í dag. Þannig að ég komin meira svona í I told you so bransan. Og ekki mikið að gerast í samsæriskenningunum nýtt. Þetta bara uppfylling á mínum samsæriskenningum eða eins og heitir í guðafræðunum spádómar. Allir spádómar mínir eða samsæriskenningar hafa orðið að veruleika og sannast. Og það var 2013 sem að ég fyrst benti á það sem að gerast í dag. Þessi hernaðaráætlun sem í dag. Og þá voru náttúrulega fleiri sem að fengu, já, þetta þetta frá 2013, já, þetta bara leyfa ykkur að hlusta á það. Hann dáinn núna, blessaður maðurinn. How could that happen? Well, Dr. Thomas Horn and others speculate on this, how something like this might happen with regard to a pandemic. Again, in true Hegelian style, Hegelian dialectic is where you cause a problem which causes a reaction that you just so happen to have the solution for already ready to go, right? So just imagine this. Whoever they are, they're responsible for everything, right? Release a really bad flu pandemic of some sort. Well, imagine this. If you don't get the shot they've got all ready to go for you, no shot or cure means, well, you don't have a job. Somebody mentioned last night, their job requires them to take the flu shot. If they don't get the flu shot, they lose their job. So we're already seeing kind of a microcosm of that happening right now, a test. Got to take the shot. You can't be a teacher in school or you can't work at CVS or whatever. You got to take the shot. So they're already making it mandatory for some people. So we've got a little miniature test going on with that. If you don't take it, there's no cure, no job. You end up being quarantined. Oh, you don't want to take the shot? You don't want to take what really I believe is going to be the mark of the beast? Well, fine, you're going to have to be quarantined. Bring you over here. Well, that means you're not going to have any money.
which means you won't be able to buy or sell. That seems to be a good explanation to me to explain why they can't buy or sell, but also explain why they beg for death, but death flees from them because they can't die, right? So that's if you don't take the shot, you end up with no job, quarantine, no food, no buying or selling. But if you do take the shot, well, you have some interesting side effects. It's like those commercials, where you always see the drug that they're offering. Side effects may include drowsiness, blah, 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 Take the shot. Side effects may include counterfeit immortality, not redeemable, and cast alive into the lake of fire. Ask your doctor if it's right for you. All right, I'm joking about it, but it's serious. That's some serious business right there. And there's going to come a time, especially if we're going through this thing, where some tough decisions may have to be made. When you're looking at your kid that's got this pandemic that they released, and they've got this cure over there, but you heard this stuff, and the Holy Spirit's telling you, don't do it, don't do it, don't do it. Don't inject your kid with the mark of the beast. Well, we're going to have to work on that strong faith thing and believing God and trusting in Him. Seriously, it's just going to get pretty scary in the days ahead. This is, I believe, the formula for avoiding the corruption of our flesh. We see in John 14:12. Those of you who are out there who believe the gifts of the Spirit passed away with the apostles, that's the doctrine called cessation. That's a doctrine that I grew up in. I grew up in a denomination that taught cessation, that the gifts of the Spirit passed away with the apostles. I'm like, well, this is my trump card right here. John 14:12. Verily, verily, I say unto you, he that believeth in me, not just Peter, James, and John, the works that I do shall he do also. And even greater works, he says, than these shall he do, because I go unto my Father. Now, we can argue about what the greater works are all day long. I don't know what the greater works are. Let's go back to the previous statement. We'll do the same works I've done. Oh, wait, you mean we're supposed to change water into wine and walk on water? Look, I didn't write it. That's what it says. The gifts and calling of God are irrevocable, Paul says. So why are you trying to teach people that the gifts of the Spirit passed away with the apostles? That's absurd. We're going to need this stuff. Seriously. Mark 16:17, and these signs shall follow them that believe. In my name they shall cast out devils. They shall speak with new tongues. They shall take up serpents, and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. They shall lay hands on the sick, and they shall recover. It doesn't say maybe, could be, maybe, possibly, hope so. It's pretty definitive words right there. James 5:14, is any sick among you? Let him call for the elders of CVS. Walgreens, Plano Presbyterian Hospital, Baylor, right? No, it says elders of the church. And let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. And the prayer of faith maybe possibly could heal somebody. Is that what it says? Shall save the sick. And the word there is the Greek word sozo. Used 118 times in your Bible. It's a word used for forgiveness, healing, deliverance, being set free, being made whole. The prayer of faith will heal the sick, is what that's telling you. I guess we got to have prayers of faith, don't we? And the Lord shall raise him up, and if he have committed sins, they shall be forgiven him. I believe this is the formula for avoiding the corruption of our flesh. It's right there in your scriptures. And boy, we're going to have to get this. I'm walking it out right now in my own life. So I'm practicing what I preach here. There's some more corruption coming our way. And we talked a lot about animals and stuff like that, but they're also talking about the cloning and merging with machines. The singularity is at hand. Singularity is the technological creation of smarter than human intelligence. It's the Borg of Star Trek. Let's go ahead and blend humans with machines. And you got Time magazines coming out saying human cloning, it's closer than you think. And this cover right here, it says, Time Magazine, 2045, the year man becomes immortal. Hence the title of this presentation. What are they planning? What do they have in mind? What are they doing? Well, if you go to 2045.com, 2045.com, and read about the Strategic Social Initiative, the 2045 Strategic Social Initiative, and see what they have planned. Better yet, I'll just play you a quick clip and let them tell you what they have planned. 2013 to 2014, new centers working on cybernetic technologies for the development of radical life extension rise. The race for immortality starts. 2015 to 2020, the Avatar is created, a robotic human copy controlled by thought via brain-computer interface.
It becomes as popular as a car. In Russia and in the world appear, in testing mode, several breakthrough projects. Android robots to replace people in manufacturing tasks. Android robot servants for every home. Thought-controlled avatars to provide telepresence in any place of the world and abolish the need for business trips. Flying cars. Thought-driven mobile communications built into the body or sprayed onto the skin. 2020 to 2025. An autonomous system providing life support for the brain and allowing it interaction with the environment is created. The brain is transplanted into an Avatar B. With Avatar B, man receives new, expanded life. 2025. The new generation of avatars provides complete transmission of sensations from all 5 sensory robot organs to the operator. 2030 to 2035. Rebrain. The colossal project of brain reverse engineering is implemented. World science comes very close to understanding the principles of consciousness. 2035. The first successful attempt to transfer one's personality to an alternative carrier. The epoch of cybernetic immortality begins. 2040 to 2050. Bodies made of nanorobots that can take any shape arise alongside hologram bodies. Já, ástæðan fyrir ég sitt í lítinn glugga út af YouTube. En ég gerði svipaðan spádóm. Við vorum margir sem gerðum það á þessum tíma. Alex Jones gerði þetta líka. Og þetta bara eina sem maður að gera bara að lesa upp það sem þessir brjálæðingar eru sjálfur að segja. Og eitt sem að Alex Jones var að fjalla núna. Og hún vill drepa 1/3 af mannkyni og hún talar fólk, 1/3 af fólki eins og krabbameins. 1/4 of humanity must be eliminated from the social body. We are in charge of God's selection process for planet Earth. He selects, we destroy. We are the riders of the pale horse, death. Og þessi eugenics hreyfing hefur aldrei skafið neitt utan af hlutunum, sko. Og ég hef fjallað þetta oft áður. Og við getum spilað annan vin okkar sem ekki vinur minn reyndar. I object to all punishment whatsoever. I don't want to punish anybody. But there are an extraordinary number of people whom I want to kill. Not in any unkind or personal spirit, but it must be evident to all of you. You must all know 6 people at least, who are no use in this world, who are more trouble than they are worth. And I think it would be a good thing to make everybody come before a properly appointed board, just as he might come before the income tax commissioner. Og þetta það sem hann að segja gert með tölvunum í dag. Þessi amerísku fyrirtæki sem starfa á Íslandi með DNA-hóksið og allt það, þeir að framkvæma það sem Bernard að segja. And say every 5 years or every 7 years, just put him there and say, sir or madam,
Now, will you be kind enough to justify your existence? If you can't justify your existence, if you're not pulling your weight in the social vote, if you're not producing as much as you consume, or perhaps a little more, then clearly we cannot use the big organization of our society for the purpose of keeping you alive, because your life does not benefit us and it can't be of very much use to you. Lífið hentar ekki, þitt líf hentar ekki okkur. Og þetta ákveður raunveruleiki sem að við þurfum að díla við. En það óbærslega erfitt að díla við svona skipulagðar árásir eða áætlanir með öll gólemin hlaupandi í röð til þess að láta drepa sig, sko. Og segjandi við fólk eins og ég kalla mig bara vitleysingu og fávita og geðsjúkling og ég veit ekki hvað og hvað, þegar maður reyna að vara þetta fólk við að fórna sjálfum sér eða börnunum sínum. Og það að fórna börnunum sínum er gamall siður, gamall ósiður í mínum huga, kannski góður siður í hugum annarra. Og og það sem þessna með minnistætt þegar var klappað á Alþingi, þegar að tala var að drepa börn alveg til fæðingar, það var bara örfáa vikur fyrir fæðingu sem að átt að banna að drepa börnin. Og og það merkilega að fólki sem klappaði á þingi, þeir heimskingjar og þeir heiðingjar, eins og þeir voru kallaðir áður, að með því að klappa fyrir morði á varnarlausum börnum í móðurkviði, þá voru þau að klappa inn sína eigin tortímingu. Og og þannig bara það nú. En ég var að byrja áðan að tala alþingiskosningarnar á Íslandi og sko hin glóbalísku stjórnvöld þrífast á lies and bribes, lygum og mútur. Og þetta sem að kalla stjórnvöld, sem að kynni sig sem deity undir nafni valdstjórnin, samansafna lygum og mútrum. Og svona blanda af öllu því versta sem getur hugsað í persónunni. Og nú það gengið svo langt að það þarf í rauninni kosningar. Og við sjáum að kosningarnar sem voru framkvæmdar síðast á Íslandi eru með öllu ólögmætar. Það ljóst, eins og ég hef alltaf sagt, að það einstaklingar vaðandi kjörgögnin áður en þau eru send inn til talningar. Og ég hef alltaf sagt það að svindlið gerist þarna áður en það fer til talningar, því í talningunni oft svona fólk úr alls konar flokkum sem ekkert inn í plottinu kannski og ekki innvígðir valdstjórnar pleppar, sko.
og þannig ég var búin að átta mig á því að svindlið áttu sér alltaf stað aðeins áður en að byrja að telja meira segja. Og ég hef meira sér gengið svo langt að segja að kosningar séu ekki taldar heldur útkallaðar. Og ég stend ennþá við þar kenningar, en nú komin fullkomin sönnun á fyrri part kenningarinnar sem að úrslitunum hagrætt áður en að þið fara inn í talningu. Og þá náttúrulega alveg ljóst að það gott að nota blýanta. Og það hlýtur að vera athyglivert að kosningar sem einhver mikilvægasta framkvæmd í lýðræðisríki, en við búum náttúrulega við lýðræði, lygar og mútur það sem gengur á eyrinni. Og ég hef sagt að mig undrar að kosningar þurfi ekki að standast lágmarks bókhaldslög til dæmis. Bókhaldslög tala ákveðin rekjanleika og rannsókn, þess að þú getur rannsaka bókhaldsgögn 7 ára aftur í tíman og fleira slíkt. En kjörgögn sem miklu mikilvægari gögn heldur en bókhaldsgögn og meðferð þeirra gagna hlægileg sko. Og síðan kosningar eins og núna allar vaðandi alla veggi í falsi og feiki og svikum og svínari, og síðan sest Alþingi og stemplar starfsamning sjálf við landsmenn. Þetta náttúrulega sér hver helvita maður að ekki í tengslu við neitt raunveruleika. Og þetta ástæðan fyrir að þú með starfsmenn í ráðuneytum sem segja bara, stjórnarskráin svo sem segir ekkert að við megum ekki myrða ykkur, hún segir það ekki beint út sko, sem sýnir hugsunina sko, að baki. Og sko, Íslandi ekkert stjórnað af Íslendingum, Íslandi stjórnað af erlendum aðilum, 100%. Og bendi ykkur á hóksíðuna mína, að hlustið á hvað þessi dama hefur að segja. Hún framkvæmdastjóri Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, IMF. Hlustið á þetta. This year, next year, vaccine policy is economic policy. Á þessu ári og næsta ári bólusetningastefna efnahagsstefna. Þannig að þegar að austurvallar halvvitanir núna mættir aftur, þá þeir aftur að mótmæli fyrir framan rangt hús. Þeir ekkert að mótmæli fyrir framan Seðlabankann sem stýrir raun aðgerðum. This year, next year, vaccine policy is economic policy. And it is even a higher priority than the traditional tools of fiscal and monetary policy. Why? Because without it, we cannot turn the fate of the world economy around. Hlustum á þetta aftur. This year, next year, vaccine policy is economic policy. And it is even a higher priority than the traditional tools of fiscal and monetary policy. Why? Because without it, we cannot turn the fate of the world economy around. Hún í grundvallaraðar að segja að þetta kerfi sem við erum í núna gjaldþrota nema ef það tekst að drepa nógu mikið af fólki til þess að fá bókhaldið hjá þeim til þess að stemma.
Og hérna annað, hérna gott fólk sem að eru að skoða bóluefnasamningana og þar kemur fram að þeir eru að spurja bóluefnasamningin og innihald bóluefnana. Again, for a new press conference, the reason why we people over 60 if they will not get a shot. In Austria, there is a lockdown for the unvaccinated starting next week. And the following must be respected in particular. The first article of this charter is emphasizing the role of human dignity and says human dignity is inviolable. So this is the reason why I'm calling my call. Having a strong net over 12. Ég að leita í það sem að þau sýna samningin sko. Og þá hann allur bara svartur. So Article 1 of Treaty of the European Union, the rights of the people. And we live right now in Europe. Look what they've done in Romania. They divided their stores for vaccinated and for unvaccinated people. If you're vaccinated, you're allowed to enter this gate. If you're not buying of medicine and biology, the following must be respected in particular. The free and informed consent of the person concerned. Þau sýndu sko. Already online, everything is okay? Cool. Well, thank you so much for being here again with us. It's been a week since the last conference that we had in Strasbourg. All these leaders of the European Parliament, they like to praise themselves. They want to be vaccinated with or tested with. But there's the other aspect. And the question that I address not only to you in the Parliament, but you see? Þetta eru þingmenn, það eru 2, 4, 6 þingmenn í Evrópuþinginu sem að biðja afrit af samningnum við bóluefnaframleiðendur og að biðja innihaldslýsingar. So this is the fundamental principle, right, of democracy. I'm asking you guys, is this... So, bara heil síða, sko. Og það sama gildir á Íslandi. Það enginn sem að fær að sjá samningin. Og það enginn sem fær að sjá innihaldslýsinguna á eiturvopninu. En í raun ætti þessi umræða að vera svo styðsta í veraldarsögunni að að valdstjórnin segir við viljum bólusetja þig og þú segir bólusetja mig með hverju. Það leyndarmál. Þú færð ekki að vita hvað í bóluefninu. Og þá svaraði við komum því að nei takk, þá vil ég ekki sjá þetta eiturefni í mínu líkama. Þar með ætti í raun umræðina enda. En hún svoleiðis gerir það nú ekki, af því að þá byrjar að hóta þér og þau byrja að svipta ferðafrelsið þitt og núna ætla að banna þér að kaupa mat og sko, ef þú ert ekki búin að átta þig á því að þetta hrein sturlun, þá þarf þetta að spyrja sjálfa þig, þú sturlaður? Væntanlega. Og síðan ætli þeir að synjunum aðgang að Evrópuþinginu, þannig að það nú heldur betur verið að taka á þeim líka, sko. Og þannig að þið sjáið að sko væntanlega eru þeir, ég fann ekki alveg vitalega mig en nú senda það með þið finni þar sem þessi kettling og hún talaði að sko þeir sem stýrðu þessari pólísíu væri vísindamenn og bóluefna framleiðendur. Já, fyrir ekki að sem að kettlingin
og Ursula von der Leyen að sko þessi staða sannanlega sturluð. Það þarf í sjálfum sér ekkert að ræða það neitt mikið sko. En svo þurfið átt ykkur líka muniði þegar ég var að greina Evrópubandalagið og og ég var að greina Evrópubandalagið og að það væri bjúrókrat hersetu glóbalista yfir Evrópu. Og það að koma meira og meiri staðfestingar á því. Og hann vinur okkar Wouldn't it be now hann vinur okkar fun gain of same day hann vinur that- okkar that- í Glenn Beck, hann var með frábæra greiningu á þessu og hann sýndi fram á að Moderna eigandi bandaríska ríkið eða þessi bandaríski hernaðar industrial complex, hann á Moderna sko. Og Moderna hluti af plottinu sko. Skora okkur bara farin á Hoax og horfa á þetta. En hér kemur fram sem sagt að þetta lítur út eins og bioweapon, líftæknivopn sem að þróað af Bandaríkjamönnum og virðist vera framkvæmt þessi aðgerð gegn það sem að þið sáu þessa blekuðu samninga og allt þetta, það við djúpa ríkið í Bandaríkjunum sko. Sem virðist að mörgu leyti vera að fara í einhverja steypu núna sko. Og það sem eru stóru vonbrigðin, það sem stórasta vandamálið í þessu öllu hvað rollunar fara bara í röð sko. Og allar tölur sem að birtast falsaðar af ríkisstjórninni. Ég sendi beiðni núna á landlækni til dæmis með CC á heilbrigðisráðuneytið, var að biðja ákveðnar tölfræðilegar upplýsingar og svarið tilbaka var strax bara persónuvernd. En byrju, hvað með persónuverndana á áróðurinn á covid.is? Þetta ástæðan fyrir að ég var eiginlega hættur að gera vídeo því ég bara segja sama hlutin aftur og aftur. Þetta orðið svolítið monotónist. En það virðist vera að þetta, hvað persónuverndin fyrir öllu þessu? Hér ekkert fjallað neina persónuvernd sko, ekki sem ég sé allavega. Þannig að þegar að ég var að halda því fram að ég spurði hvað margir, þið sjáu ekki það sem ég var að gera, ég var að horfa inn á covid.is, það ekki talað neina ekki talað neina persónuvernd sko. Þannig að þegar þeir gera þetta þá þarf enga persónuvernd, sama og þegar partí sko, þá þurfa þeir ekkert að fylgja lögum með reglum sko. Og ég var semst að spurja, þeir tala dauðsföll með COVID-19 og
hérna sjáum við af þeim sem greinst hafa með COVID-19 á Íslandi eru 137 látnir. Það stendur ekki, og núna er fann að nota þetta orð sko, hérna þessi hinn lést á Landspítalanum með COVID-19. Þannig að minn thesis er að 100% af fólki sem deyr á Íslandi er með bólusetningu af einhverju tagi. Og þá erum við alltaf að tala hvaða bólusetningu sem er. En hérna, og síðan spurði ég hvað margir deyja sem hafa fengið COVID-19 bólusetningu. Og þetta er nú bara svona tölfræði sem ég hafði áhuga að glugga í, en þeir báru við að það þyrfti persónuvernd og eitthvað svona. Ég sendi þá persónuvernd fyrirspurn sko. Og hérna, þeir vilja sem sagt bara birta sínar fölsku niðurstöður sko. Og allar þessar hérna talaðir sem sagt greiningar með PCR-testum sem eru keyrð á einhverjum 40 snúningum sko, 30 til 40 snúningum. Og það vita allir tilkynna prófa, byrjum við. En Stasi sko, rafræna tilkynninga. Já. Okay. Og hérna er sagt hverjir hafa unnið þetta. Ég er ekki tekið fram að það sé með leyfi frá persónuvernd. Og hérna gagnagrunni er sóttvarnalæknis, en af hverju fæ ég ekki aðgang á honum? Þeir vilja bara sýna þér þann hluta af gögnunum sem hentar áróðurs starfsemi þeirra. Þeir vilja náttúrulega ekki sýna þér samhengi hlutana. Og þeir vilja alls ekki sýna þér það sem IMF-kellingin sagði sko. Það er algjört bannað sko. Það sem IMF-kellingin sagði. Og hérna af augljósum ástæðum þá vilja þau ekki fjalla það. Sko, ég vil bara spila þetta einu sinni enn. Þannig áttið ykkur á raunveruleikanum. Hlustið óbóðslega varlega á hvert einasta orð sem hún segir. This year, next year, vaccine policy is economic policy. And it is even a higher priority than the traditional tools of fiscal and monetary policy. Why? Because without it, we cannot turn the Þú efast. fate of the world economy around. Sko, ég veit ekki alveg hvað ég get bent ykkur á kjarnamálsins oft. Og hérna ég er eiginlega hálf ráðalaus sko. Og ástæðan fyrir að ég er ráðalaus eru þið. Hérna allir fuglarnir sko. Hlaupa hauslausir út allt tóm sko. En hérna á Hoax er ég búin að bæta við True News. Hérna eru mjög góðar daglegar útsendingar. Og þið sjáu sko, ég hef óskað eftir því að fólk hjálpi mér með þessa síðu sko. En það eru allir þessir sem hafa komið inn í samsæringabransan og eftir mér, þeir eru að búa til sitt eigið og sitt nýtt og eru bara í einhverju, að mínu viti, einhverju rugli sko. Og hérna þessi hérna læknir, hann veit hvað þessi Vladimir Zelenko, hann er með þetta alveg á hreinu hvað að gerast sko.
og hann var læknir Trumps sem núna orðin alveg búin að snúast við. Trump núna bara pro-vax og bara allir að drífa sig að taka þetta sull í líkamann sko. Og og núna Omikron 80-90%. Það 80-90% bólusetning sko. Og maður sjálfum sér að velta fyrir sig hvað fólk, ég meina allar fólk að fatta á 15. sprautu eða 13. sprautu að það ekki allt með feldu í lygasögunni sko. Þú veist, hvenær allar áttað á því að það er verið að ljúga þér? Hvað þarf mikið til þess að þú áttið á því að það er bara að vera að ljúga að þér sko? Og maður botnar náttúrulega ekki í þessu sko. En sem sagt, Alþingi sem situr núna ólögmætt, sem þýðir að því að við búum í landi, Ísland það sem þrískipt vald, og ef að ein stoðin af valdinu fallin, þá allir þrífóturinn fallin sko. Þetta þýðir einfaldlega það að valdstjórnarríkið á Íslandi lengur til. Það engin lögmæt stjórn á Íslandi. Það ekkert lýðveldi á Íslandi, heldur ríkir lýðveldi sem í raun skipulögð glæpastarfsemi á hæsta stigi. Og þessir þingmenn sem að sjálf skipuðu sig núna á þing aumestir á meðal aumingja sko. Og þetta ákveðin mafíustarfsemi sko. Þú veist, þegar þú drepur efsta mafíósan sko, þá alveg nóg að liðið að taka þá stöðu og mafían heldur áfram sinni starfsemi án mikilla truflana. Og þess vegna mun ég halda áfram með þetta verkefni mitt sem Ísland, sem að þýðir Jesúland. Það mun byggja á guðdómlega sáttmálanum sem að sem kalla boðurinn 10 en í raun sáttmáli. Og þeir sem að geta gerst Íslendingar munu þá gerast konungar. Þetta sáttmáls Ísland sáttmálsríki fullvalda víkinga. Og allir vita sem hafa hlustað á mig að víkingar þýðir við konungar. Og og konungar karlkyns. Þannig í þessu ríki karlmenn sem konungar. Og ég hef í sjálfum sér ekkert myndað mér ákveðna skoðun á því hvernig með blessaða konunnar sko. Að þær margar öndvegis og valkyrjur og en sko þetta sjá hvernig marxistanir vinna, þeir snúa öll á haus sko. Og valkyrjur verða þá bara valkyrjur. For just $67, you can make as many videos as you want, and you never need to pick up a camera or use any fancy. Takk eftir því að ég fæ engar auglýsingatekjur. Látum þetta spila sem sönnun. YouTube segir að ég hafi ekki rétt á auglýsingatekjum.
En hérna, Já, 21. febrúar 21 stofnaði ég þetta ríki. velkomin í þessa merkilegu útsendingu Og og lýsi, ég kann bara horta á þetta vídeo að þið vilja. En Ísland er formlega endurreist og hérna og það er náttúrulega fremstur meðal víkinga er þá væntanlega ég er fyrsti konungur þessa ríkis og það virðist vera næstu engin alvöru fuglar eftir, það eru bara alifuglar sem eru ráfandi allar trissur og ég efast að ég finni fleiri heldur en sjálfa mig til þess að endurreisa þetta ríki fullvalda víkinga. Alveg, ég bara stór efast það. Og þetta fólk sem hefur svona svolítið tekið upp þráðinn frá mér, það er bara ekkert með mér í liði, sko. Sjá allir út af sögu. Þeir eru ekkert að tala við mig eða þeir eru ekkert að bjóða mér að hafa þátt eða neitt slíkt. Og þeir muni Sigríður Andersen var svona bara að strauja yfir mitt starf. Bara já, við erum til í alls konar nema ekki vinna með þessum samsæringum, sko. Þá erum að tala um mig. Og fleiri og hugsalega Guðjón líka. En hérna, hann hefur sagt að hann er ekki samsæringur, þannig að ég veit ekki alveg hvernig það stemmir, sko. En allavega virðist hún hafa verið bara að tala um mig að það eigi bara að þurrka mig út af umræðu borðinu. Og þið sjáu að þeir lögðu niður heilan vinsalan þátt sem var Harmageddon til þess að þakka niður í mér. Og sumir af þessum fuglum sem að mættu reglulega Harmageddon og þeir birtast núna í öðrum þáttum. Þannig að það verðist nokkuð ljóst hvaða rödd þessir dönsku valdaræðingar vilja ekki að heyrist. En svo er líka möguleiki að þeim hafi bara hreinlega tekist að þurrka út víkingaþjóðina. Það er alveg möguleiki. En hérna það virðist vera margar svona hérna þjóðir slíkt hafi hreinlega horfið af hérna kortinu. Það virðist vera hellingur að liði og þar er til dæmis Tartaría. Það er hérna það er land sem að finnst á alls konar kortum. Það er einhver misskilningur oft og það er líka tengt við það sem heitir mudfloods eða sem sagt leðjuflóðin og hérna og það eru til kort af þessu ríki sem heitir Tartari og hérna það er oft talað um eitthvað sem heitir the mudflood leðjuflóðið mikla
og stundum skrifa svona. Ok. Að menn eru fannir að grafa upp núna alls konar líkindi á því að það sé að þetta sé byggt von á annarri siðmenningu. Jón Leví hefur fjallað mikið þetta. Mest á hann mikið á YouTube, fer yfir þetta. Og svo skal ég segja ykkur það sem að heitir orfand, eða sem sagt að það voru munaðarleysingjar sem var keyrt heiminn og bara útluta það fullt af þúsundir af börnum. Orphan Train og það virðist vera þessi tími sem við erum í núna hefur þessi vitfirringar hafa oft framkvæmt þetta áður, það virðist vera og þeir ætla að ganga lengra núna, þeir ætla að drepa öll börnin líka í þessari umferð. Þau sjá það það sem að hún var að segja. 1/4 af mannkyni verður að eyða. Þessi aðgerð eins ég lesi þetta bara einsku. This act is as horrible as killing a cancer cell. It must, og cancer aðalega út af bóluefni It must be done for the sake of the future of the whole. So be it. Be prepared for the selection process, which is now beginning. We, the elders, have been patiently waiting until the very last moment before the quantum transformation to take action to cut out this corrupted and corrupting element in the body of humanity. It's like watching a cancer grow. Something must be done before the whole body is destroyed. The destructive 1/4 must be eliminated from the social body. Þetta eitthvað sem að maður gæti alveg fallist á, en þessi 1/4 hún sjálf og vinir hennar. Það þeir sem að eru krabbameinið í hrúgunni, Þannig að krabbameinssellan, þið veit að það ef að þessi saga rétt, krabbameinssellan felur sig í líki heilbrigðarsellu. Og það í raun að mínum að það þeir spiltu, þeir sem að, og spilling bara mannlegt eðli. Þegar að stjórnmálaflokkar byrja að segja við ætlum að berjast á móti spillingu, þá spurði ég þá, það ekki bara mannlegt eðli? Spilling ekki bara hluti af mannlegu eðli? Og það ekki réttara bara að
fara leið Jesú Krist sem hefur svona farið fremstur í því að uppræta hið vonda í mannlega eðlinu. Og þá eru menn ekkert á þeirri línu sko. Þeir vilja bara eins og þessi Barbara sko, hún vill bara drepa allan nema sjálfa sig sko, eða sína vini. Og þannig að þeir eru alltaf að tala sko einhver aðra en þeir eru alltaf að fela sig sjálfur meðan þeir vilja drepa alla aðra sko. Og lastmæli Hérna bréf til Tímó. Því betur sem ég kynnist manninum, því vænna þykir mér biblíuna mína. Fégirnd rót alls þess sem illt Við þá fíla á nokkri vilsta trúnni og valdi sjálfum sér og mörgum harmkvælum. Þið sjáu líka þessi svokallaða veira mjög kirkjurækið fyrirbæri. En þú, Guðsmaður, forðast þú þetta stundar réttlæti guðhræðslu, trú, kærleika, stöðulynd og hógværð. Þetta hérna verið að fjalla mannlegt eðli, sko. Að ef einhver fer með annarlegar kenningar mitt eins og það sé gott að drepa börn í móðurkviði. Ef einhver fer með annarlegar kenningar og fylgir ekki hinum heilnæmu orðum Jesú sem Guðræknu vor kennir, þá hefur hann ofmennast og veit ekki neitt. Hann sóttekinn af þrætum og orðstælum. Af þessu fæðist öfund, deilur, lastmæli, vondar hugsanir, þjak og þras hugspilltra manna, sem sneytir sannleikanum, en skoða guðhræðsluna sem gróðaveg. Já, guðhræðslan samfara nægjusemi mikill gróðavegur. Sko, ef að þú skilur biblíuna, þá skilur þú svolítið mikið, sko. Og það alltaf verið að mistúlka fyrir því biblíuna. Það verið að segja þér það verið að segja þér boðorðin 10. Það bara ekkert satt. Það stendur ekkert boðorðin 10 neins það í fyrirsögn, sko. Og fyrirsögnunum bætt inn eftir á og ekki hluti af Guðs orði. Sama og með valdstjórnin fyrirsögn, en ekki hluti af lagasafninu. Það alltaf verið að plata þig, sko. Og þú virðist vera bara alltaf til í að láta plata þig, sem svona eitthvað konar meðvirkni. Og Hérna segir því að innan frá úr hjartamannsins koma hinar illu hugsanir, sörlinnar, þjófnaður og manndráp. Hordómur, ágirnd, illimennska, sviksemi, taumleysi, öfund, lastmæli, roki, heimska. Og þetta náttúrulega sem ég verið að predika nokkuð lengi, sko.
að þetta það sem að spiltir stjórnmálamenn vilja laga hjá öðrum stjórnmálamennum sem flísin og bjálkin muni að þetta þekkt í aldanna rás og allar öll ríki þýðir raun hugar ástand og government þýðir stjórn hugana eða hugans og þessna eru stjórnvöld hugarstjórnunar kerfi og það sem að til dæmis sósíalistar gera að þeir nýta sér þetta. Ég heyrði athygli verða kenningu núna að sósíalistar koma á sósíalísku ríki, síðan koma kommunistanir og fyrsta sem þeir gera að drepa alla sósíalistana. Og það virðist vera það sem svolítið í gangi núna, það verið að drepa stóra hluta eða mikinn fjölda af fólki sko. Og og ég segi bara Guð hjálpi mér ef þú átt ekki Jesú hvernig ætlar að komast í gegnum þetta allt saman. Það mér óskiljanlegt. Og það raun það sem ég hef þess vegna sér það Rob Skipa sem ég var að spila vídeó með áðan að þetta erum við sem komum frá þessari hlið við sáum þetta nokkuð vel fyrir og ekki sé nú talað ekki þetta var allt saman nokkuð vel fyrir séð og getum líka góðir bitar til ykkar sko ég verð að játa það ég geri voða lítið þar tveir sem styrkja rásin allir það ein kona sem ég ber gríðarlega mikla virðingu fyrir borga bara alltaf mánaðarlega sennilega með þetta bara einhver automatísk á reikningu sínum og það svona fólk sem heldur mér að einhverju leyti gangandi sko og svo einn kallmaður sem styrkir svona slumpar og þetta eru tveir sem eru trúfastir í að styrkja starf mitt sko allir hinir eru bara það eru sumir sem að styrkja svona annað slægið sko já, takk fyrir það sko en þeir hluta að skilja það að þetta eins og því ég var í hagsmunasamtökum heimilana og fann upp greiðsluverkfallið þá var fólk að segja ef ég fer svona í stríð og svona brotna neglunar hjá mér ég var að koma nagla snyrtingu sko og ég vil fara í stríð og berjast fyrir réttlætinu og framtíðinni en ég vil ekki brjóta neglunar sko veist ég meina ég hef búin að vera 10 ár í þessari baráttu sem ég í sko og ég tel mig nú vera nokkuð nærri raunveruleikanum í því sem að gerast og ef fólk hefði hlustað á mínar áætlanir þá væri hlutinni kannski svolítið öðruvísi 2008 hrunið var skipulagt til þess að yfirtaka eignir 30, 40, 50, 100 manna á Íslandi sem er svolítið stór hlutfall þjóðarinnar og þetta síðan seinni hluti áætlanirnar sem bara að drepa alla sko og gelda börnin sko og reyndar alla en sérstaklega börnin en ef við lesum bara eins og í biblíunni það eina sem að meikar sens núna byrjum við 22. Byrjum við 21 bara nei 20 ekki bara lesa alla biblíuna
Því að hið ósýnilega eðli hans, bæði hans eilífikraftur og guðdómleiki sýnilegu frá sköpun heimsins. Með því að það verður skilið að verkum hans, mennirnir eru því án afsökunar. Þeir þekktu Guð, en hafa samt ekki vegsað hann eins og Guð þakkað honum. Heldur hafa þeir gjörst hégómlegir í hugsunum sínum og hið skynlausa hjarta þeirra hefur hjúpast myrkri. Þeir þóttust vera vitrir en urðu heimskingjar. Hver var aftur að segja þetta? Þeir skiptu á vegsemd hins ódauðlega Guðs og myndum sem líktust dauðlegu manni, fuglum, ferfætlingum og skriðkvindum. Þess vegna hefur Guð ofurselt á fýsnum hjarta þeirra til sörlitnaðar, til þess að þeir svífurdu líkama sína hver með öðrum. Þeir hafa skipt á sannleika Guðs og lyginni og göfgað og dýrkað hið skapaða í stað skaparans. Hann sem blessaður að eilífu, amen. Þess vegna hefur Guð ofurselt þá svívirðilegum girndum. Bæði hafa konur breytt eðlilegum mökum í óeðlileg og eins hafa líka karlar hætt eðlilegum mökum við konur og brunnið í losta hver til annars. Karlmenn frömdu skömm með karlmennum og tóku út á sjálfum sér makleg málagjöld villu sinnar. Þar þeir hirtu ekki að varðveita þekkinguna á Guði, ofurseldi Guð þá ósæmilegu hugafari, svo að þeir gjörðu það sem ekki tilhlýðilegt. Fyrir alls konar rangleikni, vonsku, ágirnd, ílsku, fullir öfundar, manndrápa, deilu, sviksemi, illmennsku, þeir eru rógberar, bakmálugir, guðsatarar, smánarar, hrokafullir, gortarar, rekkvísir, foreldrum óhlýðnir. Óskynsamir, óheiðarlegir, kærleikslausir og miskunnarlausir. Þeir eru menn sem þekkja rétt dæmi Guðs og vita að þeir eru slíkt framja eru dauðasekir. Samt fremja þeir þetta og gjöra að auki góðan róm að slíkri breytni hjá öðrum. Sko, við höfum aldrei farið í gegnum eitthvað ástand eða eitthvað þema í þessu sem að gerast núna, það að gerast undanfarin ár. Að þetta stendur allt í Biblíunni. Að því að baráttan sem við eigum í ekki við menn af hold og blóði, heldur andáverur illskunnar. Andaverur, já, ég með það. Klæðist alvæpni Guðs til þess að þér geti staðist vélabrögð djöfulsins, því að baráttan sem við eigum í ekki við menn af hold og blóði, heldur við tigninnar og völdin sem heimstrónar þessa myrkurs við andaverur vonskunar í himingeimnum. Og þættinum hefur borist bréf. Það lesa þetta bara fyrir ykkur. Frá honum Pálma, vinum mínum. Ég vil lauma því að það eru einvörðungu ríkjandi fátækt sem kemur fyrir ekki, þetta eitthvað persónulegt. Já, ég hef sagt það að ef að þið eigi ekki peninga fyrir mat eða eruð illa stödd, ekki styrkja mig, sko. Og ég veit það, Pálmar, og ég ekki að tala við þig. Það verður frekar ég að styrkja Pálmar, sko. Og og það einmitt eitt af biblíulegum prinsipum, sko, að ef að ber stöðningur til Frelsi TV eða Hóks, þá get ég deilt því til annara. Og
og sko ég gleymdi reyndar að segja núna sjálfsögðu ég ekki að tala fólk sem að eiga ekki fyrir til hnífs og skeiðar sko. Ég ekki að biðja þau stuðning sko. Og og ég vil segja við Pálmar að ekki hafa samviskubit ekki, ég ekki að tala til þín sko. Ég að tala fullt af fólki sem jafnvel að eyða peningum í að byggja upp eitthvað alls konar annað sko. Og vilja bara ekki taka þátt í því sem ég að gera. Og þótt að ég hafi sannarlega komið með lausnir áður inn í svona rosalega kringustæður það sem að vera að taka þjóðina og knúsana sko, eða knausana að þá hefði ég haldið að í annarskipti sem að verið að ráðast á þjóðina þá myndu menn kannski koma til liðs við mig þar sem að mínar greiningar hafa sannarlega reynst réttar. Nei, það ekkert að gerast. Ég búin að biðja fólk en ég ekki að tala þig Pálmar, það alveg á hreinu. Og og fleiri sem að eru alveg í hafa lent illa í fjárhagslega, ég ekki að tala ykkur, ég að tala hina sem að standa vel, eiga nóga penningum og eru bara að gera alls konar sko, en vilja einhvern veginn ekki styrkja þetta starf sko. Svo getur vel að ég sé bara svona ómögulegur sko, að þessar greiningar mínar og strategíur og hernaðar áætlanir og allt þetta sem hafa sanna sig 99% nokkuð nærri raunveruleikanum. Sko ef ég væri alveg way off og það væri bara ekkert að marka það sem ég var að segja þá myndi ég kannski skilja að menn forðist það sem ég að gera en ég tel mig vera nokkuð nærri raunveruleikanum og ég hefði haldið að fyrsta leksía í hernaði að greina stöðuna rétt og þetta nú bara svona ég að nöldra sko. En ég vil biðja Pálma afsökunar að þetta var ekki beint til aðalega sem að glíma við raunverulega fátækt. Og þess nú væri gott að væri meira að berast inn, þá geti ég deilt til þeirra sem að minna mega sín. En annað komment blessaður og sæll, allt vont kemur frá Sviss, það rétt það töluvert mikið af ógeði falið í Sviss en svo reyndar eftir sem maður skoðar stöðuna eða svona eftir sem maður hefur unni meira í þessu sko, þá það stundum kemur þessi áleitna spurning til mín að það elítan sem hefur raun rétt fyrir sér það líður inn í þess að gólemin sem eru ólíðandi og óferjandi bara og eina leiðin til þess að hreinsa það einhvern veginn upp bara að drepa það, ég veit það ekki en ef við horfum á til þess tökum eins og Ísland sko á Íslandi 60% vinnuafls að vinna hjá ríkinu 60-70% af starfsfólki á Íslandi vinnur fyrir ríkið sko og hvernig á það að ganga upp sko það 30% sem halda öllu hinu pakkinu gangandi sko og ég veit ekki hvort að þau eru að tala þessir elitistar sko þess að Bernie Svo og þessi Barbara þeir að tala að drepa þessa fitu á ríkisbitanum sko á fjósabitanum eða hvað sko ég sé það pakk sem stæðsta vandamálið þeir kjósa náttúrulega alltaf ekki að segja neitt að marga kosningar en allavega myndum að vænta þeir kjósa alltaf meiri ríkisembættismanna bjúrókrat sko og þetta svona hringur sem ekki hægt að brjóta sig út nema virðist vera með blóðsúthellingum og meiri sig hafa framkvæmda forstjórar ríkistofnana
eru með samtök þar sem þeir hittast reglulega. Það þessi skuggastjórn sem við erum að tala eða djúparíkið? Finnst engum það neitt óeðlilegt? Og að það eru leynisamtök í gangi sem eru með annan puttan í stjórn landsins, og þau áttu ykkur á því að bankarnir eru allir stjórn landsins, sko. Og þau munið eftir fræga verðtryggingardómnum, þá voru þeir reglubræður í frímorreglunni, dómarinn og bankastjórinn. Og það er alveg sama hvað ég segi ykkur þetta oft og hvað koma fram sannanir á öllu sem ég segi aftur og aftur og svo aftur, eins og með gagnrýni mína á kosningar kom öll fram í síðustu kosningum að atkvæðum er hagrætt fyrir talningu, og svo er alveg sama hvað þú telur hagrætt atkvæði oft, þú fær alltaf sama ruglið, sko. Og ofan á ónýtar kosningar og sannarlega falsaðar, þá bara greiddu þingmenn atkvæði með þetta var allt í góða lagi og skipuðu sjálfa sig sem einhvers konar lagasetningarvald í landinu. Og ofan á toppinn á það að þá skipa menn einhverja ríkisstjórn. Þetta er allt saman fallið. Þetta er allt saman ólögmætt. Og í raun Ísland er miklu lögmætara heldur en allt sem að þeir eru að gera, þessir krimmar, sko. Þetta ríki hér er nú þegar með meira lögmæti heldur en pakki sem situr við Austurvöll eða á Bessastöðum eða í ráðuneytunum. Þetta hér er strax orðið lögmætara. Þetta er sáttmáls ríki. Hér er ekki hægt að þvinga neitt til eins eða neins. Þetta er svona, menn eru að kalla þetta sjálfboða ríki eða voluntary state. Og víkingarnir voru alveg með þetta á hreinu á sínum tíma. Já, allar myndir sem ég sjáu, sem ég geri fyrir hóksið eða hér, geti fengið þær á striga fyrir einhverja sanngjarna summu. Ég fann að beita öllum ráðum sem ég get. Ég er alveg með 5 börn á heimilinu og þarf að halda þessu gangandi, sko. Það þurfa allir að borða hér á heimilinu, veist. Og Guðs og lof, þá hefur hann séð fyrir því hingað til, ekkert að kvarta undan því. En það sem er náttúrulega, sem segi, maður er bara fann að dvelja meira með Biblíunni. Og þið munið þegar Elísa var, þegar vondir konungar ríktu yfir líð Guðs, þá fóru þeir og földu sig oft á tíðum. Eða þeir fóru út úr borginni og komu svo inn í hana aftur þegar allt var búið að rústa öllu, sko. Eins og með Jerúsalem, þeir fóru út úr Jerúsalem, svo bara stóð ekki steinn yfir stein og þá komu þeir inn aftur. Líður Guðs. Og var ekki Elísa, þegar hann ríkti var allt í klessu og þá fóru 6-7 þúsund manns og földu sig og komu svo aftur og byggðu allt saman upp. Það er nefnilega, sagan virðist vera svolítið mikið þannig að það eru við Guðs líður eða hinni kristnu sem byggjum alltaf upp aftur og aftur og aftur og aftur. Og ef þið farið að hugsa hverju er það þannig að við byggjum allt upp og svo koma vitleysingarnir, mentafólkið og sérfræðingarnir og allt þetta og kommunistarnir og allt það drast, sko. Víxlararnir, og þeir snúa öllu til helvítis bara eins og hendis í veifað. Því er lýst í þessum vessum sem ég var að lesa upp fyrir ykkur. Er sagt hverju. Ég meina þið þurfið ekkert að vera neini sérfræðingar, eins og ykkur var að segja ykkur frjálslindi síðu, ykkur eru menn að setja þetta hér, ykkur svona antivaksarar hér í frjálshyggju síðum ykkur. Byrju antivaksarar. Byrju, sko, ef að þessi
efni sem verður að tala núna eru eitthvað svona greindarvísitölu mæling, sko. Þá eru allir þeir sem hafa farið í bólusetningu búin að falla á greindarvísitölu og eru sannaðir heimskingjar, sko. Og sko, og ég sá eitt hann var að segja, þið eru ekki sérfræðingar, þið vitið ekkert þetta. Þá semst að vera að segja það til þess að vera anti, þarft að vera sérfræðingu til þess að segja 2 + 2 eru ekki 5. Ertu sem sagt anti 2 + 2 eru 5? Já, þú ert ekki starffræðingur. Nei, það er rétt, en ég veit að 2 + 2 eru ekki 5. Og hvernig veistu það? Þú ert ekki starffræðingur eða sérfræðingur í starffræði. Nei. En ég veit að 2 + 2 eru ekki 5. Og það er þetta sem að hann Orwell var að segja, sko. Og munið í þeirri ævintýrasögu eða þeirri skáldsögu endaði með að þeir pyntu hann, þá var hann viðurkenndi að 2 + 2 væri 5 og lýsti því yfir og komplaiði, sko. Og og kaþólska kirkjan og rannsóknarrétturinn pyntaði þangað til að þú viðurkenndir að það hefur sál sem þeir voru búin að lýsa eignarrétti á. Og náttúrulega þú varst með sál, þú þurftir að bjarga henni með að borga þeim álátsbréf, sko, fyrir syndið hennar. Og nú ef að þú þráaðist við með pyntingar, þess að það dugði ekki að pynta þig til þess að comply eða gangast undir þetta fyrirbæri þeirra, og þá brenndu þeir þig. Og líðurinn eða alifuglarnir trúðu að það væri að finna góða. Af því að trú dagsins, leganar og spillingarnar og mútunar og gengu út af það að ef að þú greiptir ekki fyrir sáluðina eða bjargaðir sáluðina með aðstoð þessara ofbeldismanna, að þá myndi sáluðin brenna eilífu í helvíti. Og þeir voru búin að telja alifuglarnir trúum að þeir væru að gera góðverk með því að brenna fólk á báli. Af því að það væri jú betra að brenna í einhvern hálftíma eða klukkutíma heldur en að brenna eilífu. Og og það er raun að svipa sem við erum að gera í dag. Þeir sem að vilja ekki gangast við. Er lista af fólki sem var brennt sem heretics. Þetta fólk vogaði sér að vilja ekki bjarga sálu sinni. Fólk sem sagði bara fuck you, ég þarf ekki að borga ykkur fyrir sálu mína. Þá er þetta fólk bara brennt á báli. Til þess að strá salt í sárin var krossin klíndur í andlitið á þeim. Þannig að þetta er sama svindlið undir nýrri kennitölu, sko. Og að það verða svona einhverja svipa, að því að sko kaþólska kirkjan er náttúrulega hugmyndafræðingar þeirra eru með í þessu plotti, sko. Og sjá, ég er alltaf að tala það saman aftur og aftur, það er bara orðið svolítið fúlt, sko. Samkvæmt Unum Santum, þá var kaþólska kirkjan búin að lýsa eign sína á öllu landi, öllu hafi, öllu vatni og öllum sálum.
og þaðan kemur 3 krónan og sjáum það hérna Pope 3 Papa Tiara og tiara það sem dregið, þessi tærani dregið af því og sjáum við 3 kórónur 1 og 2 og 3 þetta útskýrt fyrir ykkur í smáatriðum og Swedish Police getum skoða þá allir images sjáið að merki sænsku lögreglunnar með 3 kórónur 1 og 2 og 3 þannig að þeir með 3 krónu og síðan með einhverja 1 kórónu á toppinum af því þannig að og þeir alltaf að tala við því með þessu hvernig norska með eitthvað annað það kóróna samt 1 kóróna og dýr en þeir með 3 krónur sem að og þeir muni að pastorinn í Ordets líf eða orði lífsins Ekman eitthvað orð lífets orð það var já þessi gaur þetta Úlf Ekman held ég heiti Úlf Ekman, já hann núna að vinna í Vatikaninu sko þannig að það virðist vera 2013 þannig að það virðist vera Svíþjóð sé mikið stýrt af kaþólsku kirkjunni eða þessu valdi sko og og við vitum að á Alþingishúsinu danskt krest þannig að þetta sem verið að gera núna þessi tegund af aðgerðum sko það sem að heretics brenndir sko og heretic eitthvað sem trúir ekki og og í raun má segja kalla vax heresy trúa á vírusa þeir trú anti-vaccine heresy þeir með þess að fjalla það þannig sko að þessi læknavísindi og þessi ef þú trúir ekki á DNA og eins og ég trúi ekki á DNA og ef þú trúir ekki á vírusa sem ég trúi heldur ekki á þá ertu heretic og þá þarf að brenna eða eitthvað svoleiðis sko að reyndar ótrúlegt hvað margir rabbæjar með manni liði allt í hennu eða maður finnur sér í liði með fullt að rabbæjum You're crazy. I am declaring you crazy. Get out of here. I will not allow you to speak. You're a heretic. You're evil. Þetta var í synagógu í
Ísrael. Þannig að þessi trú sem að við erum stödd í núna er trúin á einhvers konar geðveiki sem að the anti-vax party is taking shape. Og og þeir sem við erum að díla við núna eru nokkuð nasty bunch of fólki. En nóg þetta, maður festist alltaf í þessari geðveilu, sko. Þá er já, sambandi við, kom eitt gott að hafa hóksið, sko. Að þið tókuð eftir að almannavarnir á Íslandi byrjuðu skyndilega að hafa áhyggjur af einhverjum veikleika í tölvukerfum. Og alþjóðavarnir Íslands eru glóbalista hreyfingar, ólögmætar glóbalískar hreyfingar sem ber að varast eins og hamskotan. Og og það er verið að undirbúa meiri háttar tölvuárás og og það er frá síónistunum aftur og já, þeir megið sitja inn eða eitthvað sem vilja í fjallum, ég fer að hætta þessu, sko. Og svo er svo er að hitna hressilega í Úkraínu og það er verið að tala um það núna að það séu eiturefnavopn, það borist njósnir af því að NATO og Co sé með eiturefnavopn í Úkraínu og viðvörun er að þeir NATO og Co planerar að vera með efnavopna árás í Úkraínu og kenna Rússum svipað og gerðist í Sýrlandi muni. Þannig þeim megi búast við þannig og þeim megi búast við fullkomnu hruni á tölvukerfum og þá engi bankar og ekkert virkar, sko. Og og skora á okkur bara horfa sem mest er hún vinkona okkar Austin Fitz með mjög, ég þurfti að hlusta á þetta tvisvar, sko. Ég þurfti að hlusta á þetta viðtal tvisvar. Þetta er mjög djúpt viðtal, sko. Og ég skora á okkur að hlusta á þetta að minnsta kosti tvisvar. Og hún er svona með follow the money alveg á hreinu, sko. Var verið að vara alltaf við þessi Dr. Zelenko skora okkur að hlusta á allt sem við sjáum hann og það er ekkert alveg útséð hvernig þetta stríð fer. Ég gerði munið í vídeó þögult stríð með hljóðlátum vopnum, þá held ég.
Í þögulu stríði hérna. Okay. Það hérna að ég finna ekki fljótt bara. Það sem raunin gangi. Og hérna og við bara þar og við að sjá hvað þessi fyrsta árás mun fella marga. Þetta efnahagsaðgerð, þetta ekki heilbrigðisaðgerð. Og það ekki bara ég sem segir það bara framkvæmdastjóri IMF sem segir það hreint út. Og framkvæmdastjóri Evrópubandalagsins eða yfirmaðurinn það þessi kelling hana að hún segir að hún fylgir ráðum vísindamanna, hún segir ekkert hverju það eru og bóluefnaframleiðanda þessi lækna, þessi lyfjafyrirtækin stjórna Evrópubandalaginu og þið sáuð hvernig samningurinn var allir krótaður með svörtu þannig að það getur enginn lesið það. Pfizer að sækja þessi fyrirtæki að sækja 75 ára leynd á öllum gögnum sem tengjast þessu eitursulli og einhver sagði ég ætla að gefa mér sama tíma til þess að hugsa málið. Ég gæti hugsað að endurskoða eftir 75 ár hvort að ég vil fá þetta svokallaða bóluefnið ekki. Og núna verður gerð atlaga að börnum og eins og þið vitið þá eru börnin mín ekki í skóla. Þau voru ekki í skólanum alla síðustu önn og við erum búin að vera í upphæðu var þetta nú 2-3 fundur í mánuði með barnaverndarnefndinni og erum nú svona mánaðarlega núna fundur með barnaverndarnefnd og rektorunum 2. Stendur þannig aldrei að þau eru með sikkot rektorinn og það var nú byrjað að segja það skólaskylda og við svöruðum já, við vitum það og við viljum uppfylla það á skólaskyldu en við metum svo að skólinn ekki öruggur. Það ekki hér gengur gangana hjúkrunarfólk eða þannig eitthvað svona skóla hjúkrunarkona og við vitum að það var bætt við á Íslandi sko að það eru fjölgar sko í hjúkrunarliðinu í skólanum og hjúkrunarliðið samkvæmt sænskum lögum ekki ábyrgt fyrir gerðum sínum. Þannig að ef þau gera eitthvað við börnin og skaða þau þá bara það þannig. Það engin viðurlög og engin leið til þess að það fólk taki neina ábyrgð á gerðum sínum. Og þeir sem framleiða til dæmis þessi bóluefni, þeir bera enga ábyrgð á efnunum sjálfum. Þannig að okkar afstaða var einfaldlega svo að meðan þetta ástand ríkir þá metum við svo að skólinn ekki öruggur. Þið skóla yfirvöld geta ekki tryggt öryggi barnanna. Og við höfum alltaf sagt og segjum menn leið og þið uppfyllið lágmarks öryggiskröfur fyrir barnin, þá fara þau strax aftur í skólann.
og þau hafa ekki getað orðið við þeim kröfum að tryggja öryggi barnanna og rektorinn annars sérstaklega benti mér á í upphafi að það væri skólaskylda og ég spurði hana hvar stendur það í lögunum og hún sagði að það stendur bara í lögunum einhvers staðar. Og á næsta fundi þá var ég búinn að prenta út sænsku skólalögin og lesa þau öll sko. Og sem þýddi þá að á næsta fundi þá mætti ég með útprentuð skólalög, þau eru hérna í þessum bunka hér. Þetta er bunkinn sem ég fer alltaf með. Og og ég benti henni á, jú, það er rétt. Hér er kafli skólaskyldu. Síðan benti ég henni á 3 aðra kafla sem voru aðeins aftar í skólalögunum. Og þar voru listaðar ýmsar aðferðir við að uppfylla skólaskylduna. Það var talað fjarkennslu og heimakennslu og alls konar aðrar aðferðir við kennslu. Þannig að við höfum alltaf sagt frá upphafi, við erum ekki að neita skólaskyldu eða við hins vegar metum svo að við núverandi aðstæður sé ekki lágmarks öryggiskröfum uppfylltar í skólanum. Og það situr þar situr beljan í kúnni, hvernig það var. Við það situr bara, það er bara þannig. Og og ég ætla að sýna ykkur hérna eitt sem er svolítið athyglisvert. Bitte nú að er að leita hérna skjali sem er svolítið merkilegt í þessu samhengi. Þar nefnilega kemur fram að Sameinuðu þjóðirnar gáfu út skýrslu 2014 þar sem að því er lýst yfir að það sem er lýst yfir að sko ef þú ferð með börnin í skólan þá er það assumed consent. Þá lítur hérna er það sýningur það þá lítur Herra Global þessir aðilar consideration regarding consent by vaccinating children and adolescents milli 6 og 17 ára aldurs. Og hérna kemur fram þessi hugsun að ef þú ferð með börnin í skólan þá er það implied consent. Þetta er svona það sem flestir vita að það er formlegt undirskrifað samþykki og munnlegt samþykki. En hérna gerðu þeir skýrslu þetta er skýrslaði sem eru Sameinuðu þjóðirnar. Það er þetta einkafyrirtæki. Þá bættu þeir við 3. sem er svona implied consent eða svona það er verið að gefa í skyn consent sko, einhvern veginn. Og það er þetta sem þeir eru fannir að segja bara opinberlega núna að ef þú fer með börnin í skólan þá lítum við svo á að það sé samþykki fyrir bólusetningu. Og þetta var 2014 og þeir hafa verið að tálka þetta vopn síðan sko. Og þið vita náttúrulega hverjir eiga ég er búinn að sýna ykkur það 700 sinnum. Og
þetta ástæðan fyrir því. Þetta meðal annars, ég lagði fram frekari sönnunargögn, sko. Að við hjónin metum það svo að það sé ekki öruggt. Að öryggi barnanna sé ekki tryggt. Og innihaldslýsingarnar á þessu sko, að það í raun ekki heldur forsendur til þess að taka ákvörðun. Að því að sko það veit enginn Já, kom einhverjar spurningar um heimilismál sem ég ætla ekki að fara að gefa út hér, sko. Að sko að meðan að þetta sko, það verið að biðja 55 ára frestun á upplýsingagjöf hvað í þessum efnum, þá get ég ekki séð hvernig þetta verða við Nuremberg sáttmálanum sem menn fann þeirra svona ekkert þau vilja sneiða fram hjá honum bara, sko. Og og það væntanlega eitthvað neikvætt það ekki að leggja þann sáttmál einhvern veginn bara niður, hefði ég haldið. Og hvað Nuremberg-kódinn? Að þetta náttúrulega allt saman orðið svo klikkað, það náttúrulega hægt að svara þessu lengur, sko. Að meðan á því stendur þá sjáum við ekki nokkra einustu leið til þess að verða við þessum köllum að skrá börnin okkar í einhvers konar tilraunastarfsemi. Sé bara ekki alveg hvernig það á að ganga upp, sko. En eins og starfsmenn íslenskra ráðuneyta að segja að í raun að segja að stjórnarskráin verji ekki líf og þess vegna megi þeir drepa Íslendinga eins og þeim sýnist. Já, mér skilst að menn flýti bara, kunningi minn, hann getur reddað mér að vera mektin ef við þurfum það, sko. Ég náttúrulega trú ekkert alveg á það, svona eins og aldrei neitt veikur, sko. Þannig að ég held að þessi ímyndunarveiki mun ekkert skjóta sér niður hér. Meiri áhyggjur af því að við verðum fyrir eitrunum frá chemtrails. Það veldur með miklu meiri áhyggjum, skal ég segja ykkur. Hérna Nuremberg-kódinn og það nokkuð ljóst að það verða réttarhöld byggð á þessu hér. Lykillinn hér voluntary informed consent. Sko, voluntary þýðir sjálf viljugt eða án þvingana og nú þegar búið að brjóta það því að ef þú hlýðir ekki kalli valdstjórnarinnar eða valdstjórnanna að taka þátt í einhvers konar tilraun með lífið, þá færðu ekki að ferðast, þú færðu ekki að fara
á barinn, ekki í kirkjuna, ekki neitt og engin sönnun fyrir neinu, sko, það engin efnisleg sönnun fyrir tilvist þessa vírus, það bara tölvumódel fyrir því og það engin þessi PCR-test sýna þeir hvorki eitt né neitt, þau eru keyrð á 40 snúningum, voru lækkunir í 30 sumar en aftur komin í 40 vantarlega og þið takið eftir allir þessari tölfræði sem á valdstjórnin að birta, þá aldrei talað PCR snúningana, sko. Þeir birta aldrei upplýsingar, þeir tala aldrei af hvað mörgum sínum þessi 50, 100, 200 eða núna 500 á dag sem að greinast, af hvað mörgum sínum það, á hvaða snúningum þessi PCR-test keyrð. Þú þarft bara að trúa því, sko. Og þeir segja allar þessar tölur bara hálfur sannleikurinn. Og og þessar þvinganaaðgerðir eru búin að brjóta þetta hér sem voluntary, sjálfvilji þátturinn. Það brotið með aðgerðum stjórnvalda sem þýðir að íslensk stjórnvöld og sænsk og í flestum ríkjum heims að þau eru búin að brjóta voluntary eða sjálfsvilju kaflan í Núremberg sáttmálanum. Og sambandið við upplýst, informed, að þar birta þessar kannanir bara einhliða og þeir sýna enga sannanir fyrir neinu, þetta bara áróðurstölur sem að byggja ekkert á raunveruleikanum. Það hafa í dómsmálum og það verið fallið dómur í Frakklandi skilt mér, það sem að var gerð krafa að birta að koma með í réttarsalinn physical evidence eða raunverulegt sönnunargagn fyrir tilvist vírusins. Og sama var gert í Danmörku en dönsk stjórnvöld felldu niður málið þegar þessi krafa kom fram. Og og það hefur engin ríkisstjórn lagt fram efnislega sönnun fyrir þessum vírus. Og þetta sama efnislega sönnunargagn þurfa að berast fyrir dóm. Og þú getur ekki bara sagt já, þetta morðingi og við höfum ekki fundið neitt lík og við fundum enga byssu, en hérna mynda svona byssu almennt, hvernig það líti út svona. Og hérna svona mynda svona líkum almennt hvernig það líti út og við leggjum það fram sem sönnunargagn, dómarinn myndi henda málinu út af kröfunni physical evidence eða efnisleg sönnunargagn. Og þannig að allar þessar tölur sem verið að birta í fjölmiðlum eru falsaðar og eins og ég var að sýna ykkur þá 55 ára bið sem hefur verið að hækka núna í 75 ár 75 ára bið á því að verið birt hvað í þessum efnum. Það er að tala það í 75 ár ekki að birta efnin. Og þið sáuð vídeó sem ég sýndi ykkur af þingmönnum sem hafa miklu meira rétt á upplýsingum heldur en pupullin að þeir fengu afrit af samningunum allt bara króta með svörtu og á Íslandi fá þingmenn ekki þótt að þeir séu náttúrulega rangskipaðir eða sjálfskipaðir plebbar og sem hafa ekkert lögmæti þá hafa þeir ekki fengið að sjá samningin einu sinni. Hvað þá almenningur Þannig að informed fallið líka. Og og samþykki náttúrulega bara orðið þá nokkuð skonar túlkunar atriði ef að þú ert þvingaður eða þvinguð og fær rangar upplýsingar þá byggir þitt consent á einhverju á glæpsamlegu athæfi. En svo í svari Sæmundi
horfum á þetta bara gerir ráð fyrir að þú sért ekki bólusettur. Ég persónulega bólusettur fyrir alls konar sulli, sko, af þessum gömlu svokölluðu bóluefnum og var svo sem ekkert með neina fordæma fyrir því, en ég hef ekki tekið þátt í lyfjatilraun og glæpamanna sem tengjast þessari ímyndunarveiki sem gengur allt núna. Ég svaraði hann svolítið hastalega, ég ætlaði að fiska eftir hvernig eða hversu erfitt að nálgast að þarna. Já, ívilmektin, mér skilst að þú getur bara keypt það í Indlandi eða Filippseyjum eða hver sem og borgar einhverja 1000 kalla í tollinum og það var bara komið. Og byttu nú við og svo á gammalsdag þar mun sjóða upp úr, hefur verið að leita eftir hvort það vegna tölvuárásar eða hvort að það hernaðilegt. Sko, þeir ætla að keyra og þeir munu taka niður tölvukerfin og það búið að vera í undirbúningi lengi og ég hef varað við því sjálfsögðu og það Polygon heitir það. Það World Economic Forum sem hefur verið að undirbúa það inn í því og þar eru þessar æfingar sem við erum að sjá. Þetta sem sagt Cyber Polygon að þeir eru með sem heimasíðu yfir þetta. Það þessi síða Partners and Partitions. Þetta allt saman beint fyrir saman nefið á okkur, sko. Það IBM, TAS, NTV, Sper. Þetta aðilarnir sem tóku þátt í þessari æfingu. Þýski banki og Baril. Þetta þessi globalista fyrirtæki, sko. Þeir eru allir með í þessari æfingu hérna. Og sjáum svipað í event. Þar var keyrð svona tilraun líka. Players. Þetta var æfing í alltaf sama pakkið, sko. Það var Hopkins Forum og þetta stærstu eigendur Woo, sko. Þannig þetta var æft bara. Nú er verið að æfa þetta hérna. Og þess vegna sáu þið náttúrulega almannavarnir á Íslandi. Þeir halda ykkur niður á meðan að glóbalistanir fara illa með ykkur einhvern veginn. Og svo var nýrri æfing núna sem ég var að segja ykkur frá áðan sem eru þessi 10 þjóðir sem voru að æfa með Ísrael. Já, ég búinn að finna þetta. Það eru 10 þjóðir sem eru að æfa, sem hafa verið að æfa tölvuárásir og þetta verður ekkert eins og þið hafi séð neitt áður, sko. Það verður algjörlega tekið niður væntanlega og það er ekkert víst að það komi upp aftur, sko. Það ljóst og ef það kemur upp aftur þá
það bara það sem að hendar globalistunum sem að mun fá að koma aftur og það verður væntanlega sko hugmyndin hjá þeim allavega þeirra klikkaða kolli að þú kemst ekkert aftur á interneti nema að vera með græna passan sko. Þess vegna eru margir að tala núna að margir að tala alternativ internet, hvernig þetta að komast fram hjá þessu sko. Það var eftir að koma í ljós. Þetta næsta orustan í stríðinu og svona for your information þá tapa öllum orustunum hvernig einn og eins við höfum enga orustunni við fólkið sko og þegar við sitjum uppi bara með heimskingjana sko og það bara þannig og það sem sagt Ísrael, Bandaríkin Bretland Sameinuðu arabísku furstadæmin Austurríki, Sviss, Þýskaland, Ítali, Holland og Tæland ásamt fulltrúum Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, Alþjóðabankans og Bank of International Settlement. Þannig að þetta eru aðilarnir sem eru að stýra þessu. Og þið sjáuð að IMF-liðar að mæta alls konar svona æfingar á sama tími og leiðtogi þeir að segja þetta hér sko. This year, next year, vaccine policy is economic policy. And it is even a higher priority than the traditional tools of fiscal and monetary policy. Why? Because without it, we cannot turn the fate of the world economy around. Og ef að þið viljið halda einhverjum ábyrgum og þá situr hann hér fulltrúi þessar aðila þær sita hér það þessi kall sem að stýrir öllum aðgerðum kommunistinn þetta lið stýrir þessu og þetta yfirmaður IMF á Íslandi. Þetta hættulegasti maður Íslands í dag. Og það hann sem stýrir bólusetningu aðgerða. Það þessi guður bara svona, þannig að þið vitið það sko að Seðlabanki er náttúrulega kommunista stofnun miðstýringa fyrirbæri og hann náttúrulega lærður í Bandaríkjunum í miðri rétt menntaður sko og og svo það peningastefnunefnd hún líka mjög valdamikil og þetta liðið sem að stýrir þessu öllu og
og ég meina það liggur bara alveg ljóst sko að yfirmaður IMF segir þetta og byrju hvað heitur hún aftur þessi kella hérna lítur nú að heita eitthvað blessunin þetta nú ég ætla það ekki að gera þetta já, hún heitir Kristalína Georgieva, direktor of þetta yfirmaður hans þetta yfirmaðurinn hans þessa Ásgeirs þetta yfirmaður hennar hans hún yfirmaður þeir breyttu það sem hún sagði eða hvað þannig að þetta allt saman beint í andlitinu á okkur sko það ekkert lendó eða það ekkert hulið sko eina sem þarf að gera náttúrulega að taka nokkra punkta og tengja þá saman sko og svo þannig það náttúrulega að fara í biblíufræðin til að skilja mannlega hlutan í þessu mannlega eðlið sko þetta lið algjörlega sturlað sko þetta það sem var kallað í gamla daga syfilis að allir fengu yfirlitunar allar syfilis á sama tíma töpuðu glórunni sko og ég nú ekki einu sinni byrjaður á opinberunarbókinni ég ekki einu sinni byrjaður þar sko þar alveg þess virði bara að lesa hana bara frá upphafi til enda sko ef að menn til í það og gæti þess að bara byrjað á gætum haft biblíulestur alveg reglulega ef við vildum og ég ráðlegg nú fólki bara að lesa þetta í rólegheitunum sko að hinir illu munu sjá að tortryma sjálfum sér og við þurfum ekki að ýta mikið við því að þetta lið eyðir sjálfum sér það stemmir líka við bókina Art of War meðan að fólk að bæði biblían og Art of War styðja þetta bara og Sódóma og Gómorra sem náttúrulega biblíu Sódóma og Gómorra var svipað dæmi sko og þið áttuð ykkur á því að svona hinn almenna gólem getur ekki lesið þennan texta sér til skilnings þeir bara geta það ekki og það var náttúrulega svo sem hlutverk predikara eins og ég og fleiri að reyna að útskýra þetta fyrir fólki sko en á vondum tímum eins og núna þá óbúslega fáir sem hlusta og skilja og fáir sem að vilja setja orku sína í opinberunina Babylon, hinn mikla móður hórkvenna og viðugstiða jarðarinnar það veist, hvað þýðir þetta? Hvað Babylon? Hverjir móður hórkvenna? Viðurstigði jarðarinnar Þið verða að tala Ásgeir eða Ásgeir alltaf óað vinalegur og gúti gæði sko en og kemur vel fyrir og svona en hann
hann þjóðn anskotans eða hvað ég bara algjörlega klikkaður eða hvað, hvernig það liggur í þessu sko. Sko ég hef aldrei haldið fram að ég haldi á einhverjum maðurleim sannleika sko. Ég það bara svona hef reyndar hef hitt óþægilega mikið í mark með það sem ég var að segja sko. Sko það verður ekkert farið í gegnum þetta nema með opinberun biblíunnar og það sem að gerðist til dæmis eftir seinni heimsstyrjöldina svokölluðu sem var nú að miklu leyti sviðsett þá hópast fólk inn í kirkjur Krists og það hefur nú aðeins lækkað rostin í þeim sem hafa verið að útrópa mig geðveikan eða klikkaðan eitthvað slíkt eftir að nánast allt sem ég sagt að koma fram í smáatriðum sko. Það svona aðeins slæra á ruglukollana sko. Sem er alltaf bara jákvætt sko. Ég hef kannski fundið þetta vídeósnöggvað sem að Þannig að 2013 eða 14 þegar ég sagði þetta sama og hann vinur minn vinur minn Rob Skipa sem dáinn núna og hann er ekki upparvandið svo sem fyrir okkur samsæringa margir í okkar hóp eru að deyja núna en það nú bara eins og það er Hérna eru eitthvað svo mikið áhugaverðu fólki í kringum mér reyndar. Hérna er eitthvað told you so moment, segir hann. Af því að sko ef þú aðeins magnar haustpestina 14 þú situr einhver efni með í lestinni, pestalestinni þá getur hugsanlega fengið ebólu lík einkenni fram og það þurfi ekki að vera svo sterk það þurfi bara að vera aðeins og þá færðu alla inn á sjúkrahúsin ég er með hita, ég er með þetta og ég er með hitt ég þarf að láta athuga ég er kannski með ebólu og allt þetta að þá og svo geta það bara tekið heilt hverfi kannski einn sem er í eina borg sko, það getur sagt bara einni borg hérna er einn með ebólu og það hætta því að allir hafi smitast í borginu og það er bara allir komin í herfangilsi sko og síðan geta það bara unnur úr því eins og þið sýnist þeir geta sprautað alls konar drasli í fólk og sagt skilri að þið farið ekkert í aðan út fyrir þið fá þessi efni í ykkur og þannig verður fólki drepið sko þannig að ráðið er að forðast sjúkrahús og lækna og náttúrulega ofbeldisstofnanir sem það geta sett í harða sóttkví og ég hafði alveg undirbúið sig að geta farið eitthvað reynda eftir að þeir eru búin að loka sko þá ferði ekki neitt sko þá ertu bara fastur þar og þannig að það er að fara í gang svona sturlun það er alveg ljóst sjá, það er zoologisk annað
Já. Sjá hvað, ég man ekkert eftir þessu sem ég var að segja, sko. Og í bóluefnunum. Núna fyrir að koma bóluefni og þeim verður þrukkað í blóðrásin á fólki undir vélbyssum, hervaldi. Það munir Rockefeller-skýrsluna sem ég talaði um í gær fyrir þetta. Og þetta eru áttuð ykkur á því að við megum búast við því bara á einni nóttu, sérstaklega í Bandaríkjunum, að Bandaríkjamenn verða bara sviptir öllum réttindum svona, þeir verða skóplaði í þessar fímabúðir og og þar verður fólki bara útrýmt eins hratt og hægt og allt bara, já, þetta bara ebóla. Ég talaði með ebóla þegar munið í Nóri, þá komið þeir með tilraun með að setja ebóluna í gang. Þannig, þetta meira. Og við sjáum núna bara nýjustu fréttina þar sem að innanríkisráðherra var að snurpa Rauðakrossinn. Þannig sjáu hvernig þetta lið vinnur. Þetta vinnur allt eins og mafíósar. Getur ímyndað ykkur Rauðakrossinn þú eitthvað að rífa kjaft við innanríkisráðuneytið núna. Það kemur bara sérsveit inn hjá þeim. Og sjáu þið annað. Ísland er hérna er þetta Svíþjóð ekki með. Og hérna er það, hvað var þetta aftur? Ég hef nú mýkst með árunum, sko. Ég er nú mýkst svolítið, sko. Það verður að viðurkenna það. En þau eru líka mælikvarði á það að Íslendingar byggðu engin steinhús fyrir en eftir 1850. Ég er sko því meira sem ég grúska Íslandssögu, þeim mun meira kennst ég að þeirri niðurstöðu að fyrir ára 1700 hafi engin byggð verið hérna. Hugsanlega. Ég er ekki að segja... Meistari Guðjón. Hann er algjör meistari, sko. Það var eitthvað meiri svona hint. Það er mikið hlustað á, sko, gömul vídeó. Það er mjög uppörvandi, sko. Sérstaklega þegar menn senda mér svona tímakótana, sko. Það er algjör snild, sko. Það því að ég hef nú tíma til að gera ýmislegt en ég hef ekki alveg einhvern veginn lagt í að hlusta á gömul vídeó. Ég þarf nú sannlega að gera það einhvern tímann. Það sem ég bókamerki allt og eitthvað, en það verður aldrei neitt úr því, sko. Það hlustendur geta alveg gert þetta líka. Og fyrir 5 árum pælið í þessum ferli þessi TV ferli. Það er ekki eins og ég sé að fá einhverja menningastyrki eða ég fæ enga styrki frá náttúrulega valdstjórninni, sko. ISIS er náttúrulega einhver svona ímyndunar konsept, sko. Og hjá okkur heitir það vírusar, COVID-vírusar. Það er ISIS-ið. Við erum undir hernaðar árás. Og já, þannig er nú það. Þið veitu hvernig þetta er. Ég nú haldið svolítið að hlustendum í kvöld. Það hefur alveg verið mjög ásættanlegt hvernig það hefur haldist. En já, sem ég segi, það bætast við áskrifundur hjá mér, sko. Hvernig sem stendur nú á því? Og já, það er aðeins aukast í áskrifundum, sko.
og það hlustað tölvöld mikið hlustað hérna undanfarið. Það reyndar ég er komin upp í 759, við vantar 1000 til þess að fá ákveðnar opnanir. Evran fallið, það eru sko allir hérna sko allt peningakerfið eins og það leggur sig að hreinja sko, það málið. Og hérna það nefnilega svolítið þröngt að horfa bara á einn gjaldmiðil sko. Það eiginlega að horfa á allt drastlið sko. Og hérna það eru allir þessir gjaldmiðlar sem í notkun núna að hreinja. Sýnum það, það þetta vídeó sem hefur svolítið verið hlustað á. Það þetta skjal hérna, sjáið þið. Nei. Þetta í raun skjalana sko. Og hérna ef þið lesið þetta skjal þá munið þið skilja miklu betur hvað í gangi. Nafn á reikningi Holy Heaven Father Account. Þetta þess að kreditlína seðlabankana sem að framkvæma þessa eitur efnaárás. Og hérna þeir sem sagt ég get nú eitthvað stækka þetta væntanlega fyrir okkur. Þetta sem sagt samningur. Ég fjallaði þetta hérna í þessu vídeói, stórfrétt. Að þetta sem sagt samningur frá 2007, undirritað af forseta Íslands þáverandi meðal annars og fleirum, 2 aðrir Íslendingar skrifa hér undir. Og þeir sem eru á þessum samningi eru Sameinuðu þjóðirnar, Alþjóðadómstóllinn, Alþjóðaglæpadómstóllinn, World Bank, svo Financial Action Task Force frá Frakklandi, munið eftir Mission Impossible bíómyndinni. Það eru þeir sem voru hérna. Þetta frá í febrúar 2007 og þetta stórt skjal alþjóða bankakerfisins eins og það leggur sig. Og þeir sem eru í þessu stórt skjali þetta lið Mongolian, Vatikan, sjá þetta bara hverjir eru samningsaðilar Þetta eru svona svolítið valdaættir White Mongolian, White Vatikan, Kiram, White Eagle, sem eru originating, upphafs skilji. Og nafn á þessum reikningi hjá Guði heitir Holy Heaven Father Account og hann sem sagt reikningsnúmer HHFA 662011.
og og þetta var sem sagt 1985 eitthvað flutt á milli og blablabla og sem sagt innistæða sem sagt það sem þeir geta tekið út er ótakmarkað eða óendanlegt af bandaríkjadollurum, filippínskum pesóum, pundum, evrum og japansku jeni. Og hérna sita þér alla gjaldmiðla með þessu merki hér. Og þetta þýðir allir aðrir gjaldmiðla eins og íslenska krónan undir þessu. Svo bara þetta það sem að málið snýst síðan hérna bankanir sko. Ef þú ferð í bankan og farið lán þá færð þú debet frá bankanum og kredit það bókvært þannig, það debet á þig og kredit á bankan. Viðskiptabankinn þinn, hann skráir það sem debit hjá sér og kredit í seðlabankanum. Seðlabankinn, hann skráir debit hjá sér og kredit á himneska pappareikningnum sko. Seðlabanki Íslands með kreditreikning hér sem hérna. Þannig að þegar þú fær lán í bankanum þá færð þú kredit og það endar í þessum reikningi hérna. Kreditið endar hér. Og bókhaldið stemmir rosa vel hjá þessu liði, sko, ekkert að því. Það eru einhverjir sérstakir reikningar og eitthvað svona. Og þetta það sem að allt þetta IMF og allt þetta geðveiki hvílir á þessu, sko. Það bankanir sjáðu, reikningsnúmer. Þessi reikningsnúmer hjá þessu entity sem með ótakmarkað kredit á heimnum. Heimnalega föðurreikningnum. Og hérna sjáðu, sko, menn alltaf velta fyrir sér BlackRock, Vanguard og allt það. Hérna rótin, sko. Þetta ég var að benda á þetta fyrir mörgum árum, sko. Hvenær var þetta? Þetta var 2014 líka, sko. Ég var alveg on fire 2014 greinlega. Hérna samningsaðilarnir, sko. Signatory, Trustee, Keeper, Holder, Anthony, Santi og Martin, raunverulegt nafn. Code name, ASM, code name, þetta ekki sama, sko. Sem sagt C3AM01, White Spiritual Boy, White Wonder Boy, Morningstar, King David, Prophet Muhammad, Demas and Saint Timponi. Vegabréfsnúmer, það eru Sameinuðu þjóðirnar að sjálfsögðu. Og hérna heimilisfangið á Filippseyjum. Og fæðingarvottorð og fleira slíkt. Hérna koma fram til þess fæðingarvottorð, Bretadrottningar og fleiri. Bara svona ganni, getur við kíkt hérna á Seðlabankann. Það virðist vera alveg sama hvað ég segi fólki þetta oft. Fólk þess ekki. Ég að segja þetta eitthvað vitlaust eða? Það ekki allir að velta þessu skjali fyrir sér. Akkur ekki allir að segja, heyrðu, þetta skjal, Heavenly Father account, og þetta liðið sem stóð að Event 201. Þetta liðið sem að segja bara opinberlega að eitursprautu stefna efnahagsstefna.
Ég bara veit það ekki. Og ég hef einhvern veginn engan að tala við, sko. Guðjón hefur nú sýnt mestu hæfnina í átt þess að því hvað er. En hann á svolítið annar línu en ég, sko, þannig að ég hef eiginlega engan sem að virðist sjá hlutina alveg eins og ég náttúrulega trúi að ég sjá þetta alveg 100%. Hérna er Deutsche Bank, sko, og reikningsnúmerið þeirra Allianz. Og hérna er hún eitthvað sem við kannast við. Glitnir banki er hérna. Og hérna er Seðlabankinn, Ísbank, Kaupþingbanki, Landsbankinn, Straumur. Þetta eru allt saman aðilar sem eru með í þessu Ponzi-svindli, sko. Og hérna í þarna Svo við farið hérna yfir gullbirgðir. Ísland átlunins mikið gull. Precious commodity items. Það stendur allt hérna. Ég er búin að sýna ykkur þetta. 2014 sýndi ég ykkur þetta. Og ég velti fyrir mér, akkur er það ekki að ná þessu, sko? Veist, sjáu þetta ekki? Seðlabanki Afganistan, veist, með 10.000 tonna gulli, Albanía, og hann er eitthvað dollara verðmæti á því. Það var nú gaman að sjá það. Það byrjuði. Þetta eru sem sagt 200. Hvernig fæ ég 10.000 metrik tonn í gull? Nei, hún í gram. Það er sem sagt deilt með 10.000. Það eru 20 milljón dollarar á tonnið. Ef við tökum það í kíló, deilt með 1000. Það eru 20.000 dollarar fyrir kílóið. Það eru væntanlega grammið er þá tonn, kíló, gramm eru 20 evrur. Nei, 20 dollarar, sinnum 31,1 sem er unsan. Já, það er $600 kíló af gulli á þessum tíma. Ok. Held að það sé bara næri lægi markaðsverð á þeim tíma. Sjáðu hvað Austurríki á mikið. Wow. Hvað er það? 900 trilljón, 500.000 tonn með 4% rentum. Og Austurríski bankinn er með 30 eitthvað. Það er ástæðan fyrir að Austurríki er að taka svona hart á sínu, sjáðu. Austurríki er að taka mjög hart á sínu fólki, sko. Þið sjáu líka samhengi í þessum tölum og hvernig þjóðirnar hafa brugðist við, sko. Og hvað er í gangi í þjóðunum. Þið getið séð ákveðið samhengi á milli þessara talna og þessara skjala og hvernig er tekið á efnahagsmálum eða sem sagt efnahagsmálum innan gæsalappa sem eru heilbrigðismálin.
danski bankanir. Þeir eru bara með peninga innlán, þeir eru ekki með hérna gull. Þeir eru ekki með gull. Takk eftir því. Kólumbíubankinn. Sjáðu, þessir bankar eru ekki með neitt gull. Takk eftir. Egyptaland með 100.000 tonn af gulli. Og hérna býtum við. Eþjópía 20.000 tonn. Evli Bank Finnland. Ég las þetta sem Evil Bank. Óþægilega nálægt því, sko. Svo geta menn farið að skoða hvað Þýskaland er með mikið í gulli. Þeir sem eru bara með dollara eru með ekki neitt, sko. Þeir eru bara með klósettpapír, sko. Og hérna Ísland á gull. Það er gott, sko. Bara spurning hvað það er. Rothschild & Sons. Wait a minute. Þeir eru með ótakmarkaðan. Ég var ekki búin að sjá það á þér. Það er gott að vera Rothschild, sko. Rauðskjöldur og synir í Bretlandi eru með ótakmarkaða dollara. Þeir eru með ykkur sér kjör hérna. Sko, þegar ég reyna að skilja ástandið í heiminum þá skoða ég svona skjöl og biblíuna í samhengi. Og hérna, svo sjáum við ástandið í löndunum í samhengi við þetta, alveg hvað er eiga mikið gull og fleira slíkt, sko. Það hefur áhrif á hvernig hlutinni virka í heiminum. Hérna er Seðlabanki Íslands á 10.000 tonn af gulli. 200 milljarðar eða hvað er þetta? Trilljónir eða eitthvað. Þeir eru að fá 4% vext á ári, spurning hvert þeir fara. Íslandsbanki á bara peninga sem er einskisvirði. Kaupþingbanki, Landsbankin, Sprón. Hvað var þessa peninga? Já, Sprón. Þegar hann fór á hausinn. Hvað gerist þá hér? Indland á 200.000. Við hefum rosa mikið gull. Nei, 20.000. Já, við hefum svipað á Honduras. Þetta er kannski lágmark. Nei, við hefum 10.000. 10.000, býtum við. Býtum við 31,1. Nei, það kostar eitthvað $1.800 í dag. $1.800 er unsan á gulli. Breytum því í gram. Það er $57 unsan, nei grammið. Og hérna við segjum þá 1000. Þá erum við komið með kílóið. Sinnum 1000, þá erum við komið með tonnið. Það er sem sagt $57 milljón. Þannig voru við svo sinnum 10.000 tonn. Það eru 500, já, þetta eru bara milljarðar dollara. Reiknivélin er bara sprungin, sko.
En sko, ef þið farið að skoða hlutina í þessu samhengi, sko, þetta sem sagt þetta svona svikamilla. Þetta fiat currency kerfi svikamilla og henni haldið gangandi með herafli frá því að dollarinn 1970 eitthvað, þá hættu þeir að tryggja þetta með gulli. Gullbyrðir hörfu einhvern veginn úr augsýn, sko. Hérna sjáum við annar sem með ótakmarkað. Það Seðlabanki Ísrael. Þeir eru með svona mikið innlagt. Þetta Rothschild náttúrulega, Ísrael sem með þessa peninga, sko. Þannig þið þurfuð ekki að fletta mikið til þess að sjá hvað, hérna sjáuð í raun ástand heimsmálanna. Og og það þetta kerfi sem að Kellingi var að tala um að hrynja, sko. Þetta bara allt saman að fara í klessu, sko. Og venjulega hafa þeir reddað sínum krísum með því að fara í stríð, sko. Og þetta skjalið sem að orsakar allar hörmungar heimsins, yxlararnir og andskotarnir þeirra, sko. Við sjáum að Noregur á ekki nema helmingi meira en við í gulli, sko. Það ekkert svo mikið. Þeir eiga 20.000 tonn. En þeir náttúrulega miklu, sjáðu hvað við eigum hver og einn okkar á mikið af gulli, sko. Ja, hvað eru 10.000 tonn deilt með 370, það var 10.000 deilt með 360, segja það. Það eru 0,02 tonn sem hver á, bætum 1000 kalla það. Hver einasti Íslendingur á 27 kíló af gulli. Margfaldið það með $1.800. Þá það $50.000. Sinnum 130 cirka, við erum bara jákvæð. Það eru 6,5 milljónir á hvert mannsbarn sem við eigum í gulli. Þannig að þetta ekkert svo flókin vísindi, sko. Svo vitum við náttúrulega hver skrifaði undir þetta, sko. Þetta Svíarnir, sko. Hvað það Svaziland. Þeir eiga 20.000 tonn af gulli. Það eru 10 milljónir, sko, 11 milljónir að verða. Þannig að það nú þannig, sko. Hérna eitthvað Richard Wonderboy. Það ekki á því hvað verið að mokka því maður. Fattar þetta ekki. Og þetta allt saman undirritaðir samningar, sko. Þetta á filippísku. Hérna Marco Fernand Marco eina sem og hérna sjáu þið að hérna vottorðið authentikerað af Bretlandsdrottningu, Elisabetu Bretlandsdrottningu. Og hérna svona þetta gert.
stríðin snýrust að koma þessu kerfi á. Ég held að Seðlabanki Íslands sé einhvers konar lýðræðisleg stofnun, sko. Já, veist, það bara það ekki nema að vona allt í messi, sko. Það ekki nema að vona að ég verða að byrja núna með sláturtíð á alifuglunum, sko. Það bara þannig, sko. Og ég get alveg lofað ykkur því, ef þið skiljið ekki þessi element sem ég að tala hérna, þá þið bara að þvælast fyrir í stríðinu, sko. Þið ekkert að hjálpa neitt. Og skoðið svo allar síðunar sem að poppa upp svona í einhverju samhengi við Frelsi TV eða Hoax eða eitthvað slíkt, sko. Það enginn að tala þetta, sko. Það enginn að tala raunveruleikann. Menn eru bara að japla á tuggunum sem að elitan kastar til ykkar, sko. Það sko alifuglarnir hafa enga stjórn á neinu, sko. Þetta bara gerist. Þetta allt löngu ákveðið. Þeir voru reyndar ekki alveg búin að ákveða hvernig þeir myndu drepa svona marga. Þeir voru ekki alveg búin að ákveða hvað aðferðir þeir myndu nota. Þeir reyndu þarna munið, þeir böstaði þá í Noregi, þeir voru reyna að taka inn ebóluna, sko. Þess í vídeónum mínum ég alltaf að tala ebóluna, þegar það var það sem þeir ætlaði að nota í upphafi. Svo heppnaðist eitthvað. Þeir eru búin að vera að kasta spagetti á vegginn í mörg ár. Svo allt í einu stikkaði þetta COVID-dæmið, það stikkaði allt í einu á veggnum, sko. Og það bara fullum gangi núna. En ég þakka ykkur fyrir komuna og vona að ekki margir hlaupið heim grátandi undan mér. Það örugglega nokkrir, sko. En ég þurfti aðeins að tjá mig svona jólin. Og ég auglýsi eftir viðmælendum. Ég veit náttúrulega ekki með Guðjón hvernig hann stendur í djúpkafanir. Það nú oftast opið svona þegar hann í stuði fyrir það. Það var líka gaman að tala við Guðrúnu Bergmann, sko. Það var kannski háa í hana aftur. Og getur vel verið að séu einhverjar hetjur sem þori hér í viðtöl eða spjall eða djúpkafanir eða hvað maður kalla það. Þá ég alveg opinn fyrir því. Og það margir sem hafa haft samband við mig núna á þessum tíma, þessum þagnartíma. Það svo hann bassalekarinn í Pink Floyd sagði að snilldin í tónlistinni eru þagnirnar, sko. Og það það sem ég hef verið að gera núna, að beita þögn og að hlusta á hann Sun Tzu, vinn minn, að þegar óvinnurinn að slátra sjálfum sér, þá bara býðum maður aðeins. Leyfur honum að klára sína sjálfseyðileggingu. Og við sjáum hvernig backfireið á þessu verður. Svo þegar börnin fara að deyja í stóru stíl, þá sjáum við hvernig það kemur út. En þeir sem eru að labba bara fram að bjarginu, það ekki þetta að hjálpa þeim. Og maður þarf svolítið standardsfreistingin að íta ekki bara hans og eftir þeim, sko. En ég hef reynt að gera hitt að vara þau við hyldýpinu sem þau verið að labba fram af eða bjargbrúnni við litlar vinsaldir reyndar. Og það alveg ljóst að elitan íslenska seðlabankahórunnar, og það vil ekkert að mín rödd heyrist eitt eða neitt. Og það virðist vera lítil eftirspurn eftir þeirri visku sem ég hef að bera. Og það náttúrulega bara á þessum markaði, við getum kallað það. Þar bara, já, ég veit það ekki. Það svona austurvallar
Marsinn ríkir enn og það er þá enginn að hlusta á það sem ég er að segja. Þótt að ég hafi sannað að ég hitti yfirleitt rétt eða mjög nærri lagi og mín rannsóknarvinna hefur raun breytt gangi Íslands að hluta til og ég þurfti líka að koma fram með ákveðnar yfirlýsingar sem ég var að gera áðan að valdstjórnin á Íslandi er ólögmæt með öllu. Allar þeirra gjörðir og gjörningar eru ólögmætir. Dómskerfið er fallið. Það er allt fallið, sko. Það er í raun fullkomið anarkí á Íslandi. Og eina ríkið sem að stendur eftir á Íslandi er þetta ríki hér, Ísland. Og hér mun ég halda áfram, mín næsta áhersla verður sannlega hér í Íslandi. Og ég er með nokkra bækur sem, ég er búin að tala um þetta svo ofta áður, það eru nokkra bækur sem ég ætla að skrifa. Og já, það er mjög góðar bækur. Trúið þið ekki, góðar bækur sem ég er ekki búin að skrifa einu sinni. Sumaraði mig eftir að koma úr óvæntri átt. Ég er að leita ghostwriterum. Getur verið ég þurfa að finna það á ensku fyrst, ghostwriter. Ég auglýst eftir því áður í Íslandi en enga fengið. Og það er alveg sem að hvað ég auglýst eftir fólki, það kemur aldrei neitt. Þannig ég er eiginlega hættur því, en ennið ekki. En ég vil þakka aftur þeim sem að styðja og sérstaklega þeim sem að gera það trúfastlega, gefa bara eins og ég hef talað um. Það er einhver upphæð sem er alltaf mánaðarlega, bara tugg. Og það er mjög dýrmætar gjafir inn í stríðið. Og ég tel sjálfur að rödd mín sé mjög mikilvæg í þessu ástandi. Og áttam ekki alveg á því, sko, já, það er hluti sem ég áttam ekki alveg á. Og við sjáum hvert þetta fer allt saman. Nei, ég þakka ykkur fyrir að hlusta, það hefur verið töluvert. Það hefur töluvert hópur að hlusta hér í kvöld. Það er helmingurinn er á Frelsi TV og hinn helmingurinn er á Hoax á Facebook. Þetta útsendingakerfi hjá mér er alveg frábært. Og ég ætla að spila introið sem outro. Og það er eitt sem er svolítið leiðilegt, en það er ekkert svona fade to black það er ekkert fade to black eftir að maður spilar introið, sko. Það er svolítið aðsnarlegt. En ég ætla að spila það í lokin aftur. Og bara takk fyrir komin í kvöld. Og munið að lesa biblíuna ykkar og horfa á gömul Frelsi TV vídeó og tekkja á Hoaxinu. Það ég hef lagt mest í það undanfarið og það er ótrúlega gott. Það er ástæða fyrir að ég nota Hoaxið. Ég segi það kannski seinna. En Hoaxið er miklu kraftmeira heldur en áttuð ykkur á hoax.is. Ok, takk, bye.